Fundargerðir forsætisnefndar frá því 30. maí, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá því 21. maí, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá því 21. maí. Þá enginn hvatt sér hljóðs undir þeim dagskrárlið og telst umræðu lokið. Þessum fundi formlega lokið en borgarstjóra langaði í lokin að segja nokkur orð. Gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ástkæra borgarstjórn, kæru vinir. Mig langar að koma hér upp og kveðja og þakka fyrir samstarfið sem hefur að mestu leyti verið ánægjulegt og skemmtilegt og stundum verið erfitt og frústrerandi en ekki tilgangslaust og nú hef ég, eins og þið vitið, ákveðið að snúa mér frá stjórnmálaþátttöku og það er ekkert út af neinu. Fyrir mér er það svolítið svona eins og bara vera í einhverju sambandi eða ljúka sambandi vegna þess að við höfum verið einhvern veginn að þroskast í sitt hvora áttina eða eitthvað svona, þú veist, manni finnst það og manni finnst það leiðinlegt að einhverju leyti en líka skemmtilegt því að það er einhver ný sambönd og eitthvað sem opnast og þannig að það er með svona trega blandinni tilhlökkun sem að ég kveð. Þetta er búið að vera líklega eitt lærdómsríkasta tímabil ævi minnar að fá að starfa með ykkur og fyrir borgarbúa og ég er fyrst og fremst bara ákaflega þakklátur og nú er sko heilin á mér, hann er byrjaður að pæla eitthvað og ég hef alveg rosalega lítið verið að fylgjast með kosningum og þannig að ég veit ekki alveg hvernig allt er statt í þeim málum og þess til marks að þá vakti það víst mikla kátínu að félagi minn Björn Blöndal, borgarfulltrúi, var í oddvita umræðu og RÚV og meðan var ég að hringja að reyna að ná í hann. Þannig að ég bara, og ég ræði ekki við þetta, heilinn minn bara fer eitthvað og ég veit ekkert alltaf af hverju. Og ég vil segja, sko, að því við vorum líka að ræða hérna áðan um stereótýpur og það er mikil umræða núna í kjölfarkosningana. Þá er svolítið svona verið að alhæfa hópa af fólki og eftir því eitthvað hvað fólki finnst eitthvað eða í hvaða félagi það er eða eitthvað svoleiðis og allir eru svona og allir eru hinsegin og fólki miskunnarlaust, það er bara eins og sé verið að það séu réttir bara, fólki er dregið í dilka alveg miskunnarlaust eins og lömb að hausti en sko og ég hef reynt að tilenga mér þetta starf án þess að einhvern veginn svona reyna bara að sjá fólkið sem ég er að vinna með og ekki vera kannski mikið að pæli því í hvaða stjórnmálaflokki það er eða hvaða bakgrunnur eða eitthvað og auðvitað hefur þetta ekkert alltaf gengið en ég var til dæmis að hugsa það sko til dæmis á vettvangi SSH ég hef ekki hugmyndum í hvaða flokkum þetta fólk er vegna þess að það er náttúrulega einhvern veginn öðruvísi og en auðvitað hafa verið oft skýrar línur
hér í borgarstjórn og oft umræðan pólitískari heldur en hjá ISSH. En já, ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir mjög ánægjulegt samstarf og það hefur verið bara mjög gott og ég vil segja það, ég ber engan kala til nokkurs manns, lít ekki á nokkurn hér sem minn óvinn eða óvildar mann og vil bara þakka. Ég ætla nú kannski ekki að fara á einhverja svona, já, taka hvern fyrir sig, ég gera það kannski á öðrum annað tilefni og eins og hefur komið fram að ég meina þá er þessi meirihluti hér þangað til 16. og þá er aftur fundur hér í borgarstjórn og ég er ennþá, það er ennþá verið að tagga mig á Facebook þegar fólk hefur eitthvað til að kvarta yfir og starfi mínu verður ekki endanlega lokið fyrir fólk hættir að tagga mig, sér ekki lengur tilgang í því að tagga mig við myndir af Gubbi á Snorrabraut til dæmis, skora á borgarstjóra, að girða brækur í brók eða hvað sem fólk segir og borgaryfirvöld og ég taggaður og en ég bara kannski þakka fulltrúum þeirra stjórnmálaflokka sem ég hef verið að vinna með og leið og ég þakka fyrir hlý orð í minn garð. Ég vil þakka Sóleyju Tómasdóttur og VG fyrir ákaflega ánægjulegt samstarf og það hefur verið gríðarlega gaman hjá okkur þó að stundum hafi hlaupið pirringur í fólk en þá hefur þetta verið ákaflega gaman og mjög ánægjuleg kynni fyrir mig að kynnast þér og þínu fólki og við sjálfstæðismenn vil ég segja það og Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúa og oddvita Sjálfstæðisflokksins takk fyrir að fá að kynnast þér og fá að starfa með þér. Það hefur verið mjög ánægjulegt og þroskandi. Við höfum tekist á ýmis mál og oft skipst á skoðunum en málefnalega og drengilega og það vil ég segja alla fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem ég hef starfað með eða tekist á við hér eða annars staðar. Það hefur verið ánægjulegt, drengilegt og þroskandi og til einhvers og við fulltrúa samfylkingarinnar eða oddvita samfylkingarinnar og borgarfulltrúa samfylkingarinnar takk fyrir ákaflega ánægjulegt samstarf og Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi, ég ætla ekki að segja neitt þig vegna þess að ég er í einhverju nærmynd á Stöð 2, þannig er það bera í bakkafullan lækinn að fara að mæra þig hér og gera það svo aftur á Stöð 2. Þannig að en bara takk fyrir ákaflega gott samstarf og þetta hefur verið mér, já, ég er svona maður að meiri að hafa kynnst ykkur
og ykkar störfum og ég eins og margir var með, þú veist, eða hausinn í mér var með alls konar fordóma, alls konar hugmyndir sem ég hefði heyrt að það hópar af fólki, allir framsóknarmenn eru svona, sjálfstæðisflokkurinn alltaf svona og verður aldrei öðruvísi, samfylkingin svona og hinsegin og verður alltaf þannig, hefur alltaf verið þannig og mun aldrei breyta, alls konar svona og VG, það bara svona og hinsegin og verður alltaf og mun aldrei verða neitt öðruvísi og allt þetta rangt. Mér finnst ég hef ekki fyrirhitt þann stjórnmálamann eða starfað með þeim stjórnmálamanni sem að mér finnst hafa gengið eitthvað annað til heldur en hagur þessara borgar og þeirra sem í henni búa og þannig að og ég vil segja við þá sem að eru sem sagt ekki í besta flokknum bara þakka fyrir ákaflega ánægjulegt samstarf og ég vil líka, ég hef nú gert það áður en ég vil líka biðja ykkur afsökunar á þeim tímum þar sem að ég hef hugsanlega sært einhvert ykkar með ómálefnalegri gagnrýni eða með því að setja ykkur sem maður segir á ensku að generalisera alhæfa eitthvað sem ekki átti við rök að styðjast og ég biðst fyrirgefningar á því, það ekki við mig að sakast heldur heilan í mér og ég harma það hafi ég meitt einhvern með þessu uppátæki mínu og síðan við félaga mína í besta flokknum þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að gera þetta með mér, gera þetta mögulegt. Þetta náttúrulega búið að vera ævintýri og ég bara þakka ykkur hverju og einu fyrir umburðarlyndið og þolinmæðina og kraftinn og síðan bara óska ég ykkur öllum allra heilla og velgengni í öllu því sem að þið takið ykkur fyrir hendur og bara takk fyrir mig og takk, bless. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og forseta langar eins og öðrum hér að þakka núverandi borgarstjórn fyrir vel unnin störf á síðastliðnum 4 árum. Einnig langar forseta til að óska þeim sem vera að víkja til annarra verkefna góðs gengis og þá segi ég takk fyrir og ég segi góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Fleira liggur ekki fyrir þessum eiginlega skemmtilegasta og síðasta fundi og honum lokið klukkan 15:59. Takk fyrir.